Íslandsmóti 2010 og það er hægt töff. Gjörið þið svo vel, knapagóðir. Hægt töff. Það eru 10 sekúndur eftir dóm. Knapagóðir, ætla ég að biðja ykkur að hægja niður og snúa við. Sekúndur eftir dómarar. Og þetta er komið. Þið megið hægja niður. Takk fyrir þetta, knapar. Og sömur hönd. Og þið þekkið þetta. Það er töff með hraðabreytingum. Gjörið þið svo vel.
Þetta var gott. Takk fyrir knappar. Skulum hægja niður á fet. Ég ætla að biðja ykkur að nota tímann. Núna leyfum við hestunum aðeins að pústa. Skulum jafna bilinn. Því að vera á feti þangað til eru beðnir að gera annað. Við þurfum að stilla okkur hérna eftir bæði sjónvarpsútsendingu og fleiri og að gera nota tímann sem gefst til að pústa hrossin. En það allir upp á sömt hönd og þið viti hvað næst. Það hratt höld, greitt höld, gjörðu þið svo vel. Og þetta verður gott upp á þessa hönd. Ég ætla að biðja ykkur að hægja niður og snúa við. Ég er ljósmyndarann hérna beint fyrir framan mig að færa sig í tökra frá vellinum. Sekúndur eftir. Þetta komið gott, takk fyrir. Þið með áður við förum í tölur fyrir yfirferðar tölta þegar ég kíkja á stöðuna eftir hraðabreytingarna og að lokum fyrir Viðar Ingólfsson og Tuma sína 8,9, 8,7, 8,6, 8,4 og 8,7. Skulum gefa Viðari gott klapp til hamingju með þetta. Kvöldbyggarinn flotti, þeir aftur heim í stólið á Viðari. Hörku keppni, margir hítuna. Íslandsmeistari aftur, Viðar Ingólfsson og Tumi frá Stórahofi með 8,43. Þá jafnir í öðru til þriðja sæti Sigurbjörn og Jakob með 8,42. Fjórði Sigurður Sigurðarson með 8,41. Það munar bara einni konu líka. Snorri Dahl 8,06 og Sigurður Óli með 7,94. Enn og aftur til hamingju. Nú og það vill þannig til að bæði Jakob og Snorri þurfum að mæta hér aftur í næstu úrslit. Þannig að við þurfum að hleypa þeim út af og gefa þeim færi á að undirbúa sig fyrir næstu úrslit sem hefjast eftir örskamma stund. Og við þökkum ykkur fyrir glæsilega og spennandi tölkeppni. Og förum að undirbúa næstu úrslit.